En þú verður líka að gera greinarmun á útgerðinni og fisk, vinnslunni, já. og ég bara get alveg sagt að sem ég er nú alinn upp í smá sjávarplási vestur á fjörðum Súðavík. Súðavík og ég hef alveg áhyggjur af fiskvinnslu bara á landsbyggðinni bursið frá þessu líka var út af þessari samkeppni sem ég nefndi frá ríkisstyrktum vinnslum annar staðar frá Mér finnst þetta að vera mjög athyglisverður punktur hjá þér hvernig ríkisstyrt fyrirtæki eru komin inn á íslenska markað fara hérna inn á fiskmarkaðina og kaupa fisk eftir stendur að litlu fiskvinnslurnar á Íslandi þær fá ekki sama magn Það fyrst og fremst þær sem þetta hefur áhrif á. Ég veit að umræðan svo neikvæð með þessu stærri aðeila. Já. Við vorum að tala Ég er bara að segja að þetta kemur verst niður á þeim og þeim fækka. Ég veit það ekki nákvæmlega en ég skýta á það svona í hugunum að í dag séu kannski 7-8 íslenska fiskvinnslur að kaupa á fiskmarkanum sem eingöngur eyða sig á fiskmarkan. Það séu það. Og sumar eru litlar en góðar, mjög margir að gera hlutina mjög vel sem í þessu en ekki til dæmis nesfiskur ég sá ekki garðinum nesfiskur þar sá ég viðtal við ykkur á konur sem búin að stýra þessu fyrirtæki af hetjuskap í ykkur áratugi sonurinn sé tekin við en ég held hún hafi sagt í sjónvarpinu að hún sé að kaupa meira og minna allan afla Nesfiskur dæmi félag sem hefur keypt alla sínar aflaheimildir Það svolítið. Já, keypt. En þá komum við að öðru. Ég hef ekki útlutaði upp á. Það nefnilega hefur verið talað það að 95% þegar búið að sameina allt þetta, þegar að menn eru sjávarútvegurinn var látin sjá sig sjálfur í sameiningum og þegar offramboðið var. En þegar eftir stendur að það nánast búið að kaupa 95-98% af núverandi kvóta, annars hefði fyrirtækin ekki getað stækkað. Ég get nefnt annað félag sem í hlutahófnum í okkur, GPG á Húsavík, keypt alla sínar aflaheimildir. Já, það sjáum við það. Þannig að Hvað ætlar að segja við þetta fólk? Já, ég meina það ekki eins og það hafa keypt allt. Við segjum það.